eftir á, en ég kom línuna taekwondo þjálfara frá Keflavík, það Helgi Rafn Guðmundsson og já, hann komin hérna, blessaður og sæll eða ekki? Blessaður. Herru, hvernig ert þú búin að hafa það í sumar? Ég bara búin að hafa það æðislegt eins og. Já, bara ljúmandi gott, það ekki að spyrja þig, nema maður ekkert búin að hreyfa sig, maður haspurur eftir brúarhlaup. Eftir brúarhlaup? Já. Þú hvað varst að gera? Skemmtiskokk, 2,8 kilometrar. Já. Með 6 ára síni mínum. Ok, hver var undan? Hann var undan. Já, vel gert. En það réðst Björn á mig á leiðinni. Já, ég skil. Já. Herðu, en það nóg að vera í sumar hjá okkur í taekwondo-deildinni, það búið að vera, ég er búin að fylgjast með að það búið að vera mikið að vera hjá þér í sumar, þú ert búin að þurfa að ferðast svolítið með iðkendu þínar. Já, það rétt, í júli þá vorum við á Evrópumóti ungmenna sem var í Frakklandi og ég var þar, það voru sumir aðrir iðkendur sem ég fór ekki með allar ferðarnar, búin að vera annars staðar, búin að vera í Þýskalandi, Danmörku og Serbíu, en ég var þetta ekki þar. En við varum í Frakklandi og í Frakklandi vorum með 3 stráka, það voru 6 keppendur frá Íslandi, 3 er æfa hjá mig og bara stóði þið bara mjög vel sko. Það var einn Ágúst Kristinn sem að fékk vandi bronsveluna á mótinu, fyrsta skipti sem að Íslandingur vinnur til bronsveluna eða til einhverja veluna á Evrópumóti í taekwondo bardaga. Þannig að það var fínt og núna erum við í fullum undirbúningi og Ágúst er búin að æfa mjög vel núna í allt sumar og hann er að fara að keppa núna heimsmeistaramóti ungmenna sem haldið í Kóreu í lok ágúst og við erum að fara til viku. Og já, það eru nokkrir að keppa þarna og já, þú ert með einn iðkanda sem yngsti keppandi sem keppa fyrir Íslandshönd þarna, eða ekki? Jú, yngsti keppandi sem hefur keppt fyrir Íslandshönd á heimsmeistaramóti. Hann verður það þegar hann tekur það á mótinu. Já, og hvað sá strákur gamall? Hann 14 ára. 14 ára? Já. Og svona aðeins þennan strák, hvað hefur hann svona afrekað? Já, hann er þrefaldur norðurmeistari, hann er Íslandsmeistari, hann er búinn að vinna ótrúlega mörg þessum bikarmótunum haldin á Íslandi, hann hefur unnið mót í Skotlandi, Scottish Open og hann er búinn að vera að keppa bara vel núna og standur mjög vel á þessu ári. Hann var ósigraður á Íslandi á þessu ári, vann Norðaldamóti og keppti á Evrópumótinu og fór í gegnum 3 bardaga þar á þess að fá þessi stig, þannig að hann er handaformið strákari. Til þess að vera góður í taekwondo, þetta er svolítið mikil æfing því þetta er nú svolítið stærra sport heldur við Íslendingar kannski gerum okkur grein fyrir. Já, það er alveg, þetta er ein vinsælasta bardaíþrótt í heiminum og stundu af 65-70 milljónum manna út allan heim og svona til samanburðar þá er innan við 2 milljónir stundu handbolta sem er samt mjög vinsæl svona áhorfgrein á Íslandi og oft svona aðalíþróttafólki oft bendla við handboltan og með að við höfum náð svo góðum árangur þar. En á heimsvísu er þetta alveg ívulega stóð íþrótt og það að ná góðum árangri á Evrópumóti er líka mjög stór árangur þar sem að Evrópa hefur verið að sækja í þessu veðrið í sportinu á síðustu árum og farið að koma með mjög sterkli af því að áður fyrir það voru ekki það mörg evrópsk lönd sem voru mjög sterk en það er farið að breytast mjög mikið síðustu árum og samkeppnin er mjög erfið, það er mjög mikil samkeppni í taekwondo. Og orðið náttúrulega líka hérna á Íslandi því að þetta er ein íþróttir sem er búin að taka eitt svona mesta stökkið í iðkendafjölda á stuttum tíma. Já, allavega í svona árangri myndi ég segja. Það er búin að bæta árangurinn mjög mikið á Íslandi á síðustu árum og er búin að vera lengi einn vinsælasta bardaíþrótt á Íslandi. Þannig að En svona þetta heimsmeistaramót ungmenna eru þarna samankomnir sem sagt allir þeir bestu bara í heiminum á þessum aldri eða? Já, í þessum aldurflokki. Þetta eru ólympíu farar og heimsmeistarar fullorðna í framtíðinni eru þeir sem eru að keppa á þessu móti. Og það sem er líka merkilegt að koma á síðustu árum að hvað yngri kynslóðar, ekki bara á Íslandi, heldur líka bara almennt út allar heim, hvað þeir eru að koma ótrúlega sterkt inn og
bara sem dæmi hvernig margir af bestu keppnendurum á unglingamótunum að koma inn á fullorðinsmótin og jafnvel taka velunasæti á fyrstu fullorðinsmótum eftir að hafa verið keppt í unglingaflokkum og eru þá að keppa við fullorðið fólk sem búið að keppa í þessum flokkum í mörg ár. Þannig að það svona kynslóðaskipting held ég og ég held að þetta sé líka bara smá vakning með æfingaðferðir og varandi tækninýjungar og svona og maður þarf að vera svolítið vakandi fyrir nýjum aðferðum og nýjum straumum og stefnum í íþróttinga því hún breytist rosalega hratt. Bæði reglurnar hafa verið að breytast mjög mikið sem tilkomu allskins búnaðar sem hefur verið að keppa með og það hefur alveg áhrif á hvernig fólk þarf að undirbúa sig og það hefur áhrif á hvernig fólk spila leiki. Þannig að það er mjög mikilvægt að vera með svona opinn hug gagnvart þessu, bæði náttúrulega þjálfarar og keppendur að geta breytt kannski leikfræði breytt tækni sem beita og þar saman til götunum til þess að geta náða árangri miðað við það reglur sem hefur verið að spila eftir. Af því að bestu þjálfarar og bestu íþróttamennir alltaf þeir sem geta spila leikin eftir þeim reglum sem eru hverju sinni. Það er svona mjög mikilvægt að fylgjast vel með því sem er að gerast í íþróttinu og geta barist eins og ætlast til að maður berjist með reglurnar sem eru í dag. En svona miða við reglur og fleira en þá þetta mikið svona hvað maður að segja fjölskyldusport því að það virðist sem að flest allir iðkendur þeir ná að plata alla foreldra sína og ömmur og afa og fleira á svona æfingar. Já, það er mjög algengt. Það er mjög að sjá það og það er gaman að sjá það líka. Þetta er grundvöldur fyrir því að hleypa fólk inn á öllum aldri og hleypa fólk inn á öllum getustigum og það geta æft íþróttina á sínum fórsendum. Og það líka bara, þetta eru svo mismunandi svona kannski stig að maður orða þannig að fólk getur komið að sem aldur byrjandi og svo getur fólk verið að æfa eins og til dæmis Ágúst er að æfa núna og Ágúst æfir 2 á dag og hann er marga klukkutíma á dag þar sem hann er að æfa sig og helga sig þessi íþrótt sem keppnisíþrótt og að reyna að standa sig sem besta á alþjóðlegu vettvangi og slíkt og svo eru sumir sem koma kannski einu til þessari viku og eru bara aðeins til þess að liðka sig og styrka sig að læra einhverja sjálfsvörn eða stunda helbriða líkasætt með fjölskyldunni eða vinum eða eitthvað slikt. Þannig að það er gaman að sjá hvernig fólk getur gert þetta svolítið að sínu bara út frá því hvernig það horfir á íþróttina. En ef maður fer í gegnum svona árangur Íslendinga í sjálfsvarnar íþróttum yfir höfuð að svona afsakið á síðustu svona 3 árum að þá þetta svolítið líflegur árangur. Já, ég er alveg saman við því. Við taekwondo-fólki hefum átt alveg nokkra afreksmenningar tíðina og Björn sem har stóð sér mjög vel fyrir nokkrum árum með samra því sem að Ingibjörg Erla, Danielien og núna Ástrós Brynjarsdóttir og Ágúst Kristinn og margir fleiri og að mörgum öðrum ólöfstum og með júdó er búið standa því mjög vel jiu-jitsu er blandaði barndæði boxar að fara hingað og þangað og glímumenn og annars slíkt, þannig að það er alveg rétt að það verið eitthvað í blóðinu eða eitthvað slíkt, ég veit ekki hvað við erum alveg fullt af ótrúlega frambærilegu íþróttafólki í bardagíþróttum á Íslandi og ég held að þetta hafi verið líka orðið svona ákveðinu vakning. Ég var alveg tekið eftir þessu þetta verið tekið eftir til og með á Selfossi, ég tekið eftir þessu Suðurnesjunum þar sem að og náttúrulega allt þetta einstang sem var í kringum Gunnar Nelson að það er svona vitunda vakning fyrir þessum íþróttagreini. En svona yfir höfuð þá það er svolítið gaman að því líka fyrir íslenska yngri iðkendur í sjálfsvarna íþróttum að það eru svo mikla fyrirmyndir sem þau geta hort til hérna sem eru að ná góðum árangri og þessi yngri kynslóð okkar það er kannski að þið eldri því horfið niður til þeirra bara sem algjöra hetjur. Já, það er ekki spurning. Það er ég er í þeirri ótrúlega skemmtilega aðstöðu að bara marka mínu bestu uppáhalds íþróttafólki er fólk sem er í mínu eigin félagi sem ég vil tekið þátt í að hjálpa þeim að bæta sig og sem íþróttafólk og það er ótrúlega skemmtilega aðstæða hvernig maður kynnist þessum einstaklingur sem íþróttafólki og sem manneskjum og sem personum og ekki spurning fyrir að minnast á fyrirmyndir að ég lít á marga þessu fólki sem er að æfa hjá mér sem bara mínu helstu fyrirmyndir í lífinni og ótrúlega gaman að sjá hvernig þau þroskast og stækka sem einstaklingar og sem personur í þessu íþróttagrein
og það er nú verið í öllum þeim íþróttagreinum sem að fólk að stunda, það ekki bara bandæðið, það ekki bara fólk sem að innsetur sér einhvers svona árangur eða einhvers konar hugarfar eða einhvers konar metnað eða vinnusemi og yfirleitt þetta eins og ákveðin svona stökkpallur fyrir þessa einstaklinga. Þeir geta fundið einhver svona ástríðu og sé hvernig þessi ástríða kemur framar í lífinu bara með því að vera að sinna þessum gildum sem að íþróttirnar standa fyrir. Nú hefur maður fylgst með ófáum sem að eru kannski hafa haft lítið sjálfstraust í gegnum tíðina og verið svolítið kannski útúr og fleira og og byrja svo að æfa sjálfsvarnar íþrótti, það eins og það gefið þeim alveg heilmikið svona sjálfstraust inn í lífið. Þetta ekki bara íþróttin. Já. Ég er alveg sammála. Þetta er stórkvæmt, þetta er ótrúið hvernig þetta er líka, það eitthvað við það þegar maður líður betur í eigin skinni, þegar maður hættir að vera hættur eða þegar maður hefur trú á því að maður getur gert eitthvað sem maður áður hafði ekki trú á og hvernig þetta smitar sig yfir bara í aðra þætti lífsins. Hvernig maður ættir að ná einhverjum árangur í lífinu ef maður trúir ekki saman sig. Nákvæmlega. En Helgi Rafn, svona rétt í lokin fyrir þá sem að nú standum við Íslendingar náttúrulega alltaf við því sama fyrir íþróttafólki okkar að það er væntanlega þannig að þetta er ekki ókeypis að fara að ferðast og fleira. Er hægt að styrkja þessa etnilegu taekwondo keppendur? Já, það er mjög mikil þörf á því og ég sendi kannski bara linkin, við erum að safna septunarreikningur sem við erum með sem hægt að leggja þar inn á ef fólk getur séð að einhverjum krónum. Þetta er mjög kostnaðarsamt, þetta heimsmeistaramót verður haldið í Kóreu og þetta verður haldið í þetta er kallað Taekwondo Park. Þetta er þetta er fyrsta svona stóra alþjóðlega móti sem verður haldið í Taekwondo Park sem ný svona miðstöð fyrir Taekwondo í heiminum. Og ég hlakka mikið til að koma þangað og þetta er mjög langt og dýrt ferðalag og dýrt mót og svoleiðis en þessi ákvörðun var tekin þrátt fyrir það eftir að Ágúst stóð svona vel á Evrópumótinu, fyrstur Íslendingar til að vinna velun á Evrópumóti í Taekwondo bardaga, þannig að þessi ákvörðun var tekin eftir það og ég held að eftir að standa sig bara mjög vel kapinn. En hvernig svona, finnur ekki fyrir því þarna úti að því að það er nú, eru þeir ekki að svona gáttaðir þarna úti í stóru Evrópulöndunum þegar þú mætir á þessi mót, hvað Íslendingar eru öflugir, svona með að það er ekki til svona fjármagn handaðir? Jú, það er alveg rétt. Það er bara, þeir ná svona árangri. Það verður svo eftirtektarvert að því að maður einhvern veginn hefur alltaf að venjast því að Íslendingar eigi að geta gert neitt í íþróttum eða fólk get ekki borið fram nafnið á landinu eða veit ekki þetta sé raunverulegt land eða eitthvað slíkt sko. Það breytist mjög hratt þegar þeir sjá fólki okkar keppa. Þá breytist það mjög hratt og við verum mjög hratt eftirminnilegir og þetta skilur eftir sér smá orðspor og þetta eru glæsileg fulltrúar Íslands þetta íþróttafólk í bardaíþróttum og í fleiri íþróttum sem að koma erlendis og minna fólk á okkur og þú þekkir þetta sjálfur þegar maður fyrir erlendis og maður segist vera frá Íslandi, sumir segja sumir segja Björk, sumir segja Guðjónsson og sumir segja Gunnar Nelson skilur, þannig að maður að skilja svona smá fótspor eftir í þessum sandi. Já, nákvæmlega. Helgi Rafn Guðmundsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi ykkur vel. Takk kærlega fyrir það. Bestu þakkir. Bless. Já, farið ekki langt, þú veistu góður, við ætlum að fara núna yfir í knattspyrnuna. Ég náði á hann Ragnar Vigni, svona rétt á milli, valsarann sem ætlar að fjalla enska boltan fyrir mig hér eftir smá stund. Farið ekki langt og svo eftir því, þá förum við að sjálfsögðu í torfæruna og svo í lokin þá tökum við handboltan, þannig að sportáttunum verður hérna til 10:30 í kvöld. Farið ekki langt.